Jæja, Sveinbjörn, herðu, þetta var hörkuleikur hjá ykkur í kvöld og bara hjá báðum liðum í raun og veru og hefði kannski alveg geta enda Snæfellsmegin en þeir voru náttúrulega, þú veist, þeir settu þetta. Já, ég ætla bara að gefa Snæfelli að þeir voru svo góður í dag og það er ekkert, sko, það var ekkert vanmat í okkur, allavega fannst mér það ekki og allir klárið. Ég held að það sem hafi komið okkur bara óvart er hversu baráttuglaðir þeir voru. Þeir er bara allt hrós mitt skilið alltaf, eða hrós skilið frá mér fyrir þeirra framstöðu. Þeir voru bara góðir og hérna við áttum í vandræðum. Quincy Hankins Cole, fyrrverandi leikmaður Snæfells, kannski fann sig ekki best hérna í kvöld en svona, en það voru aðrir sem stigu upp og þeir, eins og segi, þeir voru það. Já, þetta var svona bara heilt yfir, það var alveg bölvað ströggl og hérna, ég held að svona, alltaf við áttum bara í bölvuð vandræðum, það er ekki þetta að lýsa þessu öðruvísi en svona þetta var, við heldum alltaf forskoti og lentum aldrei undir í leiknum svo við bestu og þeir, eins og segir sko að ef að það hefur réttlætanlegt fyrir það að vinna einhvern leik í vetur, eða hingað til í vetur, þá var þetta, þú veist, frammeistæðin þeirra var alveg nógu góð til að, þú veist, landa sigur á móti ykkur í liði allavega, sko. Já. En þið eru bjartsýnir með framhaldi? Já. Góð byrjun á nýju ári? Já, góð, þú sigur og tvö, bara mikilvægt stig í höfn og eins og þau öll eru. Við erum uppréttir og förum hérna kátir í helgina og undirbúum næsta leik saman móti Stjörnunni heima. Það verður líf og fjör Líf og fjör í hellinum? Það er alltaf gott að vera í Breiðholtinu sérstaklega í hellinum. Nei, 2 stig í næsta leik og þessi er á baki og fókusum á næsta. Herru, stór gott, takk fyrir. Takk.